All right. Þá bara býð ég ykkur öll velkomin á þennan stutta kynningarfund á afurðasjóði Grindavíkurbæjar. Ég ætla bara að hafa mjög stutta kynningu til að byrja með og gefa ykkur svo færi á að koma með spurningar á eftir. Ég heiti sem sagt Bjarki og með okkur hérna á fundunum líka eru þær Guðrún, Birna og Inga sem einnig eru í stjórn sjóðsins. Eins og þið þekkið kannski flest, þá var afurðasjóðnum komið á með sérstökum lögum í júní síðastliðnum og ég var svona að hugsa þetta hérna í dag að sýna ykkur bara svona það sem þið hefur kannski mestan áhuga á, sem eru þá reglurnar sem gilda styrkveitingarnar og svona hvers konar tjón það eru sem er bætt og skilyrðin og hvernig sótt er Og ég ætla bara að byrja á að deila með ykkur skjánum hérna, sjáu þetta ekki örugglega. Þið þekkið væntanlega öll hérna Ísland.is og hérna fyrir Grindavík. Og Ísland.is hérna undir fyrirtækjarestur er sem sagt komin sérstakur liður afurðasjóðinn sem að leiðir ykkur inn á vefsvæði afurðasjóðsins. Og sjóðurinn er þannig að hann er óvenjulegur að því leyti að hann greiðir styrki til þess að bæta fyrir meiri háttar óbeint tjón sem verður einungis á matvælum og fóðri af völdum hamfara í Grindavík og þetta tekur þá einungis til sem sagt rekstraraðila sem eru í rekstri, sem geta ýmist verið á fyrirtæki eða einstaklingar sem eru í sjálfstæðri starfsemi. Ég hafði ekki hugsað mér að fara mjög djúpt ofan í hérna lögin eða reglugerðina sem slíka, heldur einbeita mér að reglunum veitingu styrkja sem er svona stjórnin hefur núna komið sér saman það stóð upphaflega svona við stóðum í þeirri meiningu í það minnsta að Náttúruhamfaratrygging Íslands myndi taka að sér umsjón með rekstri sjóðsins, en það varð ekki, þannig að við gerum þetta bara sjálf. Og ef ég sýni ykkur hérna reglurnar, lækkum við aðeins og þið sjáu þetta betur, þá er kannski fyrst að vekja athygli á því að umsóknum, og ég sýni ykkur umsóknarferlið aðeins á eftir, það er mikilvægt að umsóknum styrki þess að bæta fyrir óbeint tjón berist sjóðnum sem allra fyrst eftir að tjón hefur orðið og eigi síðar innan 2 mánaða. Og svo eru í rauninni sett skilyrði í lögunum að ekki megi spilla vettvangi tjónsins heldur áður en að sjóðnum gefst kostur á að leggja mat á tjónið og það undirstrikar bara mikilvægi þess að tilkynna tjón sem allra fyrst eftir að það verður. Og síðan veki ég athygli á því líka að við mat á tjóni sem verður á fóðri eða matvælum, þá er horft til þess að meta raunverulegt verðmæti þess, það er að segja á kostnaðarverði. Bæturnar miðast þá við kostnaðarverð afurðanna á þeim tíma sem að tjóni verður. Og það tekur í rauninni alltaf mið af ástandi og raunverulegu verðmæti hins skemmta þegar að tjónið varð, að það er ekki verið að bæta framtíðarvirði eða meta vörurnar og bæta fyrir væntan söluhagnað eða eitthvað slíkt heldur kostnað. Þetta er svona bara mjög eðlilega og almenn ákvæði í öðrum tjónatryggingum. Síðan það sem skiptir höfuðmáli, eins og ég sagði áðan, er að spilla ekki vettvangi tjóns áður en sjóðnum gefst kostur á að leggja mat á tjónið. Og í öðru lagi þá er þetta fjárhagsaðstoðin bara veitt vegna tjóns sem verður innan sveitarfélagsins Grindavíkurbæjar, eins og það var skilgreint þegar lögin voru sett í júní.
Síðan auðvitað ekki hægt að veita fjárhagsaðstoð vegna tjón sem nýtur almennar tryggingaverndar eða hægt að fá bætt á annan hátt, til dæmis frá náttúruhamfaratryggingu, enda bætir hún auðvitað í sjálfu sér bara beint tjón. Og síðan skiptir máli að fjárhagsaðstoð ekki veitt vegna tjóns ef ásetning eða gáleysi eiganda við umsjónarmanns að ræða, eða ef eðlilegar varnir hafa ekki verið viðhafðar þess að varna tjóni, og þetta fengið beint úr lögunum og kannski ástæða til að vekja sérstaklega athygli á því að þetta ákvæði í lögunum sem hérna og á eftir því fylgir eigendur eða umsjónarmenn skulu með hliðsjón af aðstæðum í Grindavík hverju sinni grípa til viðeigandi ráðstafana sem með sanngirni unnt að ætlast til þeim til að fyrirbyggja eða takmarka tjón, meðal annars takmörkun birgðahalds og gerð flutningsáætlana. Þannig að þetta svona eitthvað þegar tjónið metið hverju sinni, þá þarf að horfa til þess hvort ekki hafi verið gripið til einhverja svona eðlilegra ráðstafana til þess að reyna að takmarka það. Látum okkur sjá. Við erum búin að tína hérna reglunum. Það sem líka mikilvægt að hafa í huga að fjárhagsaðstoð ekki veitt vegna tjóns sem metið 500.000 krónum eða lægra, og þarna verið að horfa til þess að lögin kveða skýrt það að það verður að hafa átt sér stað meiri háttar óbeint tjón, og við erum að setja mörkin þarna við 500.000 krónur. Og svo að lokum með svona almennt svona skilyrði sem finnst í sambærilegum tjónatryggingum að fjárhagsaðstoð ekki veitt vegna matvæla eða fóðurs sem var gallað áður en til tjónsatburðar kom, né vegna matvæla eða fóðurs sem hefur verið geymt lengur en hæfilegt getur talist með við tegund þeirra og eðli, né heldur vegna skemmda á þeim sem stafa á of langri geymslu þeirra áður en til tjónsatburðar kom. Varðandi það hvernig tjónið metið og það styrk hlutfall sem við sjáum fyrir okkur að greiða út við hvert tjón, þá horfum við til þess að lögin kveða skýrt á það að eigin áhætta umsækjanda styrk 10% í hverju tilviki, og þannig að hámark styrk upphæðin getur þá verið 90% af metnu tjóni, og við lítum svo á að almenna reglan verði þá að greiða út 90% af metnu tjóni að uppfylltum skilyrðum styrkveitinguna, að því gefnu að eign sjóðsins hrökkvi til á hverjum tíma. Ef að eign sjóðsins hrekkur ekki til þess að greiða út fjárhagsbætur í tilteknum atburði, þá þarf að skerða hlutfall styrkhlutfall allra umsækjenda í þeim tjónsatburði bara í jöfnum hlutföllum. En þetta þó allt sagt með þeim fyrirvara að stjórn sjóðsins heimilt líka að setja sérstakar reglur úthlutun í hverjum atburði, og það þó hugsanlegt að í einhverjum framtíðar atburði sem verður að stjórnin setji þá sérstakar reglur að hún ætla að hámarki að greiða út samtals fyrir segjum 50 milljónir í þeim atburði, og þá yrðu allir umsækjendur sem verður fyrir tjóni í þeim atburði styrkhlutfall þeirra þá skert sem því nemur, en við höfum hingað til ekki sett neina slíkar reglur, og meðan slíkar reglur ekki birtar á vefsvæði sjóðsins og tilkynnt þær, þá eru þær ekki til gildi og hafa ekki verið settar, og fram að því gildi bara þetta. Og síðan í lokinni þá áréttað að styrkfjárhæðin miðast að hámarki við innkaupsverð hráefnis og áfallinn kostnað við framleiðsluna. Það að segja, styrkfjárhæðin miðast ekki við áætlað söluverð eða missi hagnaðar hverju sinni. Þá ætlaði ég að sýna ykkur umsóknarferlið. Það sem þannig að þegar þið teljið ykkur hafa orðið fyrir tjóni, þá mjög mikilvægt að bara setja sig í samband við sjóðinn og tilkynna það sem fyrst, og í kjölfarið munum við þá hafa samband, eða einhverju tjónamatsmenn á okkar vegum hafa samband við þá sem sækja til þess að
koma á staðinn, meta tjónið og afla frekari upplýsinga sem þarf. Það sótt hérna með rafrænum hætti, sem ég get bara sýnt ykkur hvernig gert í gegnum eyðublaðavef Stjórnarráðsins. Þar þarf að skrá sig inn með rafrænum skilríkjum. Það tekur alltaf smá tíma. Og eyðublaðið sem það fylgir í sjálfu sér bara mjög einfalt, sem verið að óska eftir upplýsingum það sem varð fyrir tjóni, hver sé orsök þess og svo framvegis, og bara mikilvægt að veita allar þær upplýsingar sem hægt að veita á þeim tímapunkti, en svo verður hægt að hafa samband og afla frekari gagna strax í kjölfarið. Þetta sem farið hingað inn í eyðublöð, og undir matvælaráðuneytinu hérna afurðasjóður Grindavíkurbæjar, þar sem óskað eftir grunnupplýsingum rekstraraðilann, tengilið við viðkomandi, og síðan að fylla út hérna hvar tjónið varð, hver orsök þess og stutta lýsingu á því eins og hægt á þeim tímapunkti. Og í kjölfarið myndum við þá setja okkur í sambandi við viðkomandi og kalla til tjónamatsmenn til þess að afla frekari upplýsinga. Ég ætla ekki að hafa kynninguna mikið lengri. Við náttúrulega í stjórninni vonum helst að aldrei komið til þess að reyni á sjóðinn og að þessum hamförum fara að ljúka sem allra fyrst. En vil bara opna á spurningar frá ykkur og benda ykkur á líka að það alveg sjálfsagt alltaf að hafa samband við sjóðinn ef einhverjar spurningar eru, og það hérna neðst hérna á síðinu afurðasjóðinn á Stjórnarráðinu tölvupóstfang til að setja sig í samband við okkur. Já, það gott að lyfta bara upp hendinni hérna. Ég sé að Guðjón með spurningu. Já, kannski að nota tækifærið og minna þá sem... Nú ertu búin að mjúta þig, Guðjón. Fyrirgefið, hérna ég ætlaði að segja að það ágætt að þeir viti það sem komið seint inn á fundin, að fundurinn tekin upp. Kannski tvennt sem ég langaði að bara benda á í þessu bjargi, eða biðja þig kannski að staðfesta. Það í fyrsta lagi eldri tjón, það þessi 2 mánaða regla, en það líka í rauninni tjón sem verða fyrir gildistöku lagana, þau ekki bætt. Það ekki réttur skilningur? Já, það ekki hægt að bæta slíkt tjón. Það bara frá gildistöku lagana sem var í júní. Einmitt. Svo þessi hérna regla lágmarkstjón, hún væntanlega verður til þess að þetta ekki úrræði fyrir minni rekstraraðila, segjum bara lager. Þetta einhvern veginn nýtist væntanlega betur fiskverkendum eða slíkum. Já, ég meina þetta nýtist öllum sem verða fyrir tjóni sem þetta metið á 500.000 krónur eða meira. Við teljum okkur ekki stætt á öðru en að túlka lögin með þeim hætti að við verðum að setja eitthvað slíkt lágmark, og teljum okkur bara hafa verið mjög sanngjörn í því við 500.000 krónur, sko. Varðandi eldri tjón, ef þú ert með í huga eitthvað sem áttir sér stað eftir gildistöku lagana, en fólk hefur ekki tilkynnt, þá bara hvetjum við alla til þess að gera það jafnvel þó að 2 mánuðir séu liðnir síðan, vegna þessara sérstöku aðstæðna, og við erum í rauninni að fyrst að koma þess á laggirnar núna og kynna þetta almennilega, þannig að við verðum þá að bara taka það til skoðunar og eiga það samtali ef það einhver sem telur sig orðið hafa fyrir tjóni sem uppfyllir skilyrði styrkveitingar. Takk. Árni. Takk fyrir þess að það kannski bara tvennt, í fyrsta lagi aðeins í framhaldi sem Guðjón spurði þessa lágmarksupphæð. Þetta þá þannig að ef að tjón metið á 1.000.000, segjum það, að þá komið þessa 500.000 til frádráttar því, það kannski fyrsta spurningin. Og seinni spurningin, ef að það verður tjón, við skulum segja að þú ert með hráefni, fisk kannski í körum út á plani, og það verður tjón, og það getur orðið á húsinu, það getur líka orðið á lóðinni,
Náttúruhamfaratrygging bætir ekki tjón og lóð og það getur verið þannig að vettvangurinn spillist, til dæmis sprunga og fiskurinn fer allur ofan í sprungu. Hvað ætlið þið að gera þá? Mjög góðar spurningar. Í fyrsta lagi þá koma 500.000 krónur ekki til frádráttar sem eigin ábyrgð, heldur eigin ábyrgðin alltaf 10%, það fest í lögin. Þannig að það ekki svoleiðis. Varðandi afurðir sem beinlínis spillast í tjóninu sem slíku, þá var náttúrulega ekki hægt að líta svo á að vettvanginum hafi verið spillt af viðkomandi, skilurðu. Þannig að við þurfum bara að árétta þetta vegna þess að þetta sett fram svona í lögunum, en það náttúrulega ekki hægt að túlka þetta sem svo að það er ekki hægt að bæta tjón fyrir einhverja afurðu sem verða fyrir slíkum hamförum, skilurðu. Þannig að ég vona að þetta svari spurningunni. Já, takk fyrir, mjög gott. Pétur. Takk. Ég kannski velta fyrir mér, það hann í 5. grein laganna ráðstöfunarfé að tekjur sjóðsins séu framlag ríkisins, fjárlögum eða almennu varasjóði. Hverjar voru tekjur sjóðsins núna í fjárlögum? Já, það þannig að þessar 400 milljónir sem tilteknar eru í lögunum eru bara til reiðu og verða þá greiddar til sjóðsins eftir því sem á þarf að halda. Þannig að ef þeir fjármunir myndu klárast í einhverju tjóni eða mörgum tjónum, þá þyrfti að eiga sér stað einhver viðbótar fjárveiting til sjóðsins. En eins og ég segi, þá hefur náttúrulega ekki reynt neitt á þetta og þetta eru alveg ríflegir fjármunir, skyldi maður ætla, þannig að. Einhverja fleiri spurningar sem þið hafið? Nei, ef við þá ekki bara að segja þessu lokið og ég bara þakka ykkur kærlega fyrir og hvet ykkur bara til að vera þá í sambandi við okkur núna ef einhverja frekari spurningar vakna. Takk fyrir kynninguna, Bjarki. Atvinnurekendur bara sáttir, telja þetta nógu skýrt. Þarna kemur ein hönd, Guðmundur, gjörðu svo vel. Jæja. Svo, góðan dag, takk fyrir fundin, ég var aðeins svo seinn. En þetta ekki bara frábært fyrir okkur hérna sem erum að vinna hérna, að vera með konar smá tryggingu á eitthvað gerist í afurðunum og bara þakklátt fyrir það. Það eins og segir sjálfur, þá hefur við sloppið greinilega að mestu við hérna tjón og það svona það besta fyrir tryggingar að maður tryggir sig ef maður skyldi verða fyrir tjóni, best að verða bara ekki fyrir því. Þannig að takk bara fyrir að vinna í þessu fyrir okkur og gera okkur kleift að vera hérna og allt annað sem við erum að gera. Ég held að við getum bara, fyrir mína parta, lýst yfir ánægði bara með hvernig haldir utan hlutina og þó að sé alltaf þetta kvartundar einhver, þá svona í flestu bara allt vel gert og við hérna finnum kannski ekki mikið fyrir því orðið nema bara verður lengra þessi vinnuna þegar það gís en svona smá hiccup. Þannig að takk fyrir þetta enn og aftur. Takk. Það virðist ekki brenna á fólki fleira, Bjarki. Nei. Við bara setjum upptökuna inn í framhaldinu. Já. Ég ætla að taka fram sérstaklega líka að þær spurningar sem hafa komið fram á fundunum þessu verður bætt við á síðu afurðasjóðsins sem spurningar og svör, þannig að fólk getur gluggað sig á þessu. Ljómandi gott, takk. Takk. Bestu þakkir. Takk fyrir fundinn. Takk fyrir.